Ég vakna á bilinu 6-6:30 hverjum einasta morgni og helli mér upp á kaffi og nýt þess að sittast í stól við stofugluggann og drekka kaffi mitt í rólega hittunum og heyra hægt og rólega líf kvikna í húsinu og í náttúrunni. Það er gott að heyra vekjaraklukkurnar hringja og stúlkurnar trítla og fá sér morgunmat og njóta þess og bara vera saman í smá stund og maður heldur út í daginn. Já, þetta er ekki, ég er þakklátari fyrir vikið. En það er ekkert sjálfsagt að ná þeim stað, sko. Eiginkona mín greindist haustið 2018 með krabbamein í brjósti. Eftir meðferð var hún í bata árið 2019. Hann greindist svo aftur í janúar 2020. Þá hafði meinið sem hafði verið í brjósti hafði sáð sér í heila og hún lést svo ári síðar árið 2021. Við vitum það alveg eins og í mínu tilfelli að þá var mjög mikilvægt að ég væri eins heilbrigður og hægt til þess að geta haldið utan fjölskylduna mína. Ef að ég hefði brotnað, þetta bognaði ég stundum, ef ég hefði brotnað þá hefði ýmislegt annað brotnað líka. Fyrir mig var mikilvægast að hlúa að gæta svefni, hreyfa mig reglulega, passa mataræðið mitt og sinna áhugamálum og vinum til þess að hafa styrkinn til þess að fara í ræktina þegar manni líður illa eða þegar mér líður illa í stað þess að setjast upp í sófa og éta nammi. Þá þurfti ég að minnsta kosti að líta inn á við og vinna í sjálfu mér, viðurkenna tilfinningarnar allar sem að geta verið mjög flóknar og erfiðar sumar eða koma þeim í einhvern heilbrigðan farveg til þess að þær fái útrás. Þetta tekst það ekkert alltaf. Ég hef nýtt mér sálfræðiaðstoðina hjá Krabbameinsfélaginu og jafningjastuðninginn. Bæði eiginkona mín heitin og fólk í kringum okkur hefur líka komið þangað inn og sótt þangað aðstoð. Það eru margir sem að því miður eiga eftir að ganga í gegnum það sem við höfum gengið í gegnum. Það er gott fyrir þá einstaklinga að vita að það er hjálp þarna úti. Það er hægt að fá aðstoð við alla þessa hluti til þess að maður finni styrkinn til þess að sinna sjálfum sér. Til þess þá að geta verið til staðar fyrir aðra. Þú breytir öllu. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.